Jú, komið í sæli góðir áhorfendur. Valur Ingi og Kristján Gylfi heilsa ykkur hér Já. á þessu fimmtudagskvöldi. Seinni leikur kvöldsins fer að hefjast og það er hreinn úrslitaleikur Leiknis og Framara hverjir fylgja Völsurum hérna í undanúrslit. Já, það er rétt og Leiknismennir þurfa á sigri að halda hér í dag og Framarunum nægi jafntefli til að taka annað sætið. Já, það er ljóst að það verður hart barist hér Já. í kvöld og það er alveg á hreinu. Menn ætla að selja sér dýrt hér. Já, kannski rennum við liðin, Kristján. Já, við byrjum á liði Leiknis. Það er í markinu nummer 22 Eyjólfur Tómasson, síðan komaði nummer 3 Brynjar Guðmundsson, 5 Eggert Einarsson, 30 Óttar Guðmundsson fyrirlið, 8 Hilmar Halldórsson, 19 Gestur Harðarsson, 11 Brynjar Hlöðversson, 9 Aron Danielsson, 7 Kristján Jónsson, 6 Ólafur Kristjánsson og 10 Pab Mamadou Fay. Og lið Framara þannig skipað í markinu Ögmundur Kristinsson, 4 Kristján Hauksson fyrirlið, 6 Halldór Hermann Jónsson, 7 Daði Guðmundsson, 8 Jón Gunnar Eysteinsson, 9 Sam Tillen, 11 Almar Ormarsson, 21 Guðmundur Magnússon, 23 Jón Guðni Fjólusson, 24 Tómas Leifsson og 26 Jón Orri Ólafsson. Nú, dómari hér, já, þetta sýnst að vera enginn annar en Guðmundur Ársæll Guðmundsson. Já, honum til aðstofar eru Birgir Sigurðarsson, hérna nummer 1, nær okkur hérna. Og fjær okkur er Þorsteinn Sigmundarsson. AT2. Sigurmundarsson. Sigurmundarsson. Nei, Sigurmundarsson. Nú sljóta. Sigurmunda. Sigurmunda. Já. Nógum Sigurmunda og annar leiknum sem vara með fram eru Kristinn Ingi Halldórsson, Hjálmar Þórarinsson, Orri Gunnarsson, Andri Freyr Sveinsson, Stefán Birgir Jóhannesson og Sigurður Hrannar Björnsson. Vara með Leiknis eru Sindri Björnsson, Skúli Bragason, Helgi Jóhannsson, Valur Gunnarsson, Þorgeir Gunnarsson, Kári Einarsson og Steinar Guðmundsson. Þjálfari Leiknis er sjálfsögðu Sigursteinn Gíslason og þjálfari Fram Þorvaldur Örlygsson. Já. Leikur hafinn hérna. Og Framarar með knöttinn. Daði spilar hann á miðjunni hérna sýnst mér. Og miðvarðarparið þarna feikilega sterkt. Jón Guðni og Kristján Hauksson. Já, feikilega sterkt miðvarðarpar og líklega eitt af sterkasta í deildinni. Já, það heldur sjálfur hreinu Tómas Leifsson á kantinum. Leiknismenn það verður sprækir og voru hálsbreytt frá því að fara upp í Pepsi-deildinni fyrra. Já, voru rauninni bara klaufar að fara ekki upp. Já, algjörlega klúðruðu þessu sjálfur í loki. Voru í toppsætunum allt tímabilið og klúðruðu sér restina. Já. Þeir gleymdu því að það er aðmálið að vera á toppnum í lokin. Já, það telur svona mest. Flöskuð á því en ætla sér auðvitað, já, að ná þessu dagmarki sína að fara upp og þessu sinni. Og það er Gestur, vinstri bakvörður sem ætlar að taka þessa aukaspyrnu. Og við kemum með boltan hér í átt að, já. Og þetta er Brynjar, eða ekki. Brynjar Hlöðversson þarna, sem að brotið á. Leiknismenn fá hér aukaspyrnu á þokkalegum stað. Við sjáum hvað verður þessu. Sem líki hér í átt að markinu, þessi er aftur fyrir. Og Ögmundur tekið markspyrnu eins og hefur verið sagt hér Frömmurum dugar jafntefli til að sigla inn í undanúrslitin. Leiknismenn þurfa sigur og því gæti þetta orðið, já, fróðleg viðureign. Já, baráttuleikur. Já, það er alveg á hreinu. Og Brynjar Kristján sé þennan út af. Guðmundur Magnússon er þarna
í hægri framlínu framara. Hart barist þarna Papp. Og Kristján hér í góðum möguleika. Kemur þessum inn á tegin og Ólafur Hrannar Ólafur og setur hann í slána. Já, náði ekki alveg skotið þarna Ólafur. Nei, en boltinn ekki langt frá því að enda í netinu. Já, þetta haldi honum þarna aðeins niðar. Hann náði ekki alveg nógu góðu skoti en Leiknismenn með fína sókn hér. Nálægt í að komast yfir. Og það er það sem þeir þurfa. Það eru mörk og ná fram sigri. Og byrja hér ágætlega. Halldór Hermann. Við myndur ekkert að stressa sig á flautunni. Leikurinn heldur áfram. Tómas. Og þetta er hornspyrna. Og þá koma stóru mennirnir inn á tegin. Jón Guðni og Kristján. En þeir taka þetta stutt. Jón Gunnar Eysteinsson inn á tegin. Og Kristján í baráttunni við Kristján. Já. Gaman að því. Papp. Það er ekki mikið fyrir að nota hægri fótinn, fyrir hér á vinstri og lendir í vandræðum. Og það fengið högg á andlitið þarna. Ég hugsa að þetta hafi verið Guðmundur stöðvar hér leikinn og Framarar ekki sáttir með það. Nei. En Sigursteinn og Þorvaldur hér eitthvað orðaskipti. Já, menn láta heyra í sér í þessu. Já, hvernig leysir Guðmundur úr þessu? Framarar voru með boltan í ánýtlegri stöðu og fá hann. Byrja aftur hjá markmanni. Jón Guðni með góðar spyrnur. Jón Guðni reynir hér líklega einast líka. Og þetta er, já, aðeins og stutt. Gestur sá við þessu. Jón Orri. Mikið baráttu hér í upphæðu leiks. 5 mínútur búnar. Staðan þá 0-0. Almar. Skemmtilegu leikmaður Almar. Það er hér innkastið. Og tekur það snögt. Tómas gerir þetta ágætlega en vantar hérna mennin á tegin. Leiknismenn greiður þessu. Kristján. Langur bolti fram. Framarar ráða við þetta, koma hér í, já, ágætis sókn. Tómas Leifsson, Jón Orri utan á honum. Nú verður að koma góðu bolti frá Jón Orra en hann kom alls ekki góðu bolti þarna og þessi aftur fyrir endamörk. Já, Jón Orri, bakvörður. Sterkur varnarlega Jón en já, svona vandræðum með sóknarhliðina oft á tíðum. Og hér er hann í baráttunni við Papp og þetta, já, Kristján hér í honum. Leiknismenn ágætis tilbyrðið ekki Aron og nei, þetta er, já, sýndist Aron bara að renna þarna. Það er Kristján sem benda honum á það en aukaspyrnuna fær hann. Guðmundur nálægt þessu og flautar. Og það er Aron sem tekur þetta. En Framarar koma þessi í burtu. Guðmundur Magnússon, við erum hér betur. Og Halldór Hermann. Tómas, nei, boltinn er ekki til Tómas. Komast yfir til Tómasar Leifssonar. Kristján hér. Og það er Papp í þessu hérna í hlaupið, það er ekki boltan. Og sendingin hér í átt að gesti, gestur nærðan þessum. Já, heldur þessu á lífi. Og Jón Guðni hátt í loft upp.
Daði Guðmundsson. Almar Ormarsson. Tómas. Þetta er ágætlega gert hjá leiknismönnum. Tap hér. En tekur Glind að taka á móti boltanum, hann gerir þetta ekki vel. Pap. Og Framarar með knöttinn. Sendi ekki hér í átt að Guðmundi. Guðmundi vantar aðstoð. Fær hana frá Halldóri Hermanni. Og Framarar með gott pláss hér á miðjunni. Leiknismenn þurfa að mæta þeim. Vera nær mönnum eins og sagt er. Hér er það Jón Gunnar Eysteinsson að klára. Frábæra gert. Já, þetta var virkilega vel gert. Almar þarna. Tók þríhyrningi á Almar. Sem fann Jón Gunnar og Sigursteinn alls ekki ánægð með varnarleik sinna mann og ég skil hann vel því að Framarar fengu þarna allt og mikinn tíma. Já, einfaldi þríhyrningur 1-2 og Jón Gunnar Eysteinsson kláraði þetta mjög vel. Vörnin var langt frá því að vera nú aggressív þarna. Spiluðu sig í gegn og Jón Gunnar sýndi þarna libratakta. Skoraði laglegt mark. Já. Og Framarar komnir yfir hér á, þegar 9 mínútur eru liðnar. Og leiknismenn þurfa að svara þessu. Jón Gunnar ekki skorað mikið af mörkum en þetta gerði hann vel. Já. Og Brynjar. Og leiknismenn hér. Þeir þurfa sigur. Sigur og ekkert annað, þannig að þeir þurfa að sækja hér. Já, þurfa að ná að jafna þetta sem fyrst. En Framarar komnir í þægilega stöðu. Jón Gunnar, markaskorarinn. Kristján Pál. Skilar honum ekki á samherja. Pap. Brynjar. Þetta er nú aukaspyrna. Já, Guðmundur Ársæll. Þetta er alveg hárrétt. Já, var ekki með flautina í munninum. Nei, var eitthvað aðeins seinni. Eitthvað að slóra við þetta Guðmundur. Dæmdu aukaspyrnu. Jú. Og það er Hilmar sem ætlar að taka þetta. Hilmar Halldórs. Hver hann var. Og Aron býður sér nú til hægri en Hilmar setur þetta inn á teiginn. Hvað reyndar þetta? Er þetta hornspyrna? Nei, markspyrna. Boltinn hefur farið þannig. Boltinn hefur farið þannig Brynjar Hlöðversson. Já. Og það er Augmundur Kristinsson sem sparkar frá marki. Augmundur loksins orðinn aðalmarkmaður hjá Fram eftir að Hannes Halldórsson gekk til þessu káringa núna á dögunum. Já, heldur kannski einhverjur að Þorvaldur myndi fá sér annar markmann en hann treystir Augmundi vel og drefnilegur strákur. Augmundur búinn að bíða eftir stöðinni í svolítinn tíma. Og Pap, hvað ætlar hann að gera hér? Þetta er Setur hann Ólaf Hrannar og Hilmar nálægt til að komast í boltann hana. En þá er það Jón Gunnar Eysteinsson. Finnur líklega Guðmund Magnússon úti. Guðmundur Magnússon. Samt. Og hann reynir að finna Tómas Leifsson en boltinn er álangur. Já, 1-0 fyrir Framar eftir 11 mínútur hérna. Og Jón Gunnar Eysteinsson fyrir þá sem voru að koma á skjánum sem skoraði fyrir 2 mínútur síðan. eins og við sögum áðan þá þarf Leiknir að vinna þennan leik. Þannig að það er allt undir á þeim. Framar duga jafntefli til að fara í undanúrslit. Já. Svo einfalt er það. Já, og Kristján Hauksson vinnur hjá Skallagrímsvoltanum. Gífurlega sterkur Kristján. Samtilen fær boltan. Já. Setur hann út á Guðmund Magnússon. Guðmundur Magnússon. Halldór Hermann tekur hlaupirna en Sam fær hann tilbaka. Já. Og Jón Guðni. Saman þá í herbúðum Framara bróðurinn Stjó er farinn. Kristján. Jón Guðni. Það eru rólegi Framararnir hérna. Það liggur þeim ekkert á. Jón Guðni og Guðmundur Magnússon. Já, Framararnir enn að fá tíma á boltanum. Leiknismenn þó. Já, Leiknismenn liggja fullastalega kannski. Þeir
halda bara á miðju, fremsta mann. Þetta upp í loft og þetta innkast. Já, innkast frá Marja. Það er Jón Orri Ólafsson sem ætlar að taka það. Já, það eru víst ekki mörg stig fyrir að hitta þarna upp í loft. Nei. Það er gaman kannski að bæta það inn í reglurnar. Veit það ekki. Eitt markið á hotspyrnu. Já. En þannig leikur snúast allt annað heldur en fótbolta, held ég. Já. Það er fljótt að leysa við vitleysu. Einhvers konar. Það hefði Þróttararnir farið í það strax á hann. En já, fyrir þá sem mista því. Brynjar sem tekur þetta innkast. Þá unnu Valsarar Þróttara 6-0 í þessu riðliðan sem þýðir að Valur er komið áfram í undanúrslit og Þróttarar á botninum, en þessi tvö lið bítast sæti, hitt sætið í undanúrslitum. Já. Það er Brynjar og Brynjar skallar hann. Brynjar tók innkastið. Tveir Brynjar inn á hérna hjá leiknismönnum. Brynjar Hlöðverðs nr. 11 og leikmann nr. 13. Brynjar Guðmunds. Vinsælt nafn í Breiðholtinu. Já. En svo virðist þeirra. Jú. Við vitum að hann ekki betur. Almar en Brynjar skallar hann. Brynjar undan honum. Jú. Samt til en ekkert að flytja þessu Daði. Já, Framarar halda hér áfram og Óttar skallar boltan. Vantar nú í lið Framara. Hjálmar Þórarinsson á bekknum. Já, Ívar Björnsson, hann er ekki í hópnum held ég. Nei, hann er mjög líklega meiddur. Já. Hilmar með misefna sendingu. Daði kemur hann út á Guðmund Magnússon. Hvað gerir Guðmundur hér? Keyrir á vörnina, leitar út. Samtilen á vinstri fótinn. Svo við var að búast. Og nær hann hér. Nei, missar hann út af ekki. Missar hann út af. Samtilen mjög duglegur að koma upp hérna. Já. Fyrir Framara, eins og venjulega. Nei, hann átti að koma með fyrir. Fór aðeins svo langt saman. Já, það var þarna skrifa og langt. Já. Jón Gunnar Eysteinsson. Og leiknismenn næg hér, knöttinum Pab. Aron. Hvað ætlar hann að gera? Pab aftur. Og Pab missir boltan. Já. Halldór Hermann. Jón Gunnar. Já, gífileg barátta hérna. Já, leiknismenn að svona taka við sér. Þurfa að berjast fyrir lífi sínu í þessu móti hér. Það er klárt. Munu leggja á sig hér Pab. Já, Jón Gunni Fjólusson var að framlengja samningssínu fram. Já. Til ársins 2013, mjög mikið góð tíðindi fyrir Framara. Já, vissulega. Gífurlega góð leikmaður, Jón Gunni. Fór á reynslu til ýmissa liða en það er ekki orðið úr því ennþá að minnsta kosti. Ólafur Hrannar kemur á Kristján Pál. Kristján Pál býr yfir miklum hraða. Það var að fara gætilega með hann. Já, Kristján og Aron hér. Hún er að skipta kanta allavega eins og er. Kristján komin út í vinstri og Aron herra meginn. Hér er að Framarar hins vegar Tómas Leifsson. Leitar að möguleika og Sigursteinn kallar á sína menn að gera árás á boltan. Almar Ormansson. Já, leiknismenn. Já, vantar meiri árásagirni hana. Komnir svolítið onni í markmannin sinn. Já, Sigursteinn ekki ánægður með sína menn. Nei. Hann vill fá meiri. Það ætlaði að vera aggressívari. Já, þurfa að vera það. Að labba hérna fyrir utan teig. Hvað eftir annað, eins og við sáum á hann í markinu. Já. Hann að taka þríhetning eins og ekkert væri. Já, fengum engin tíma og Jón Gunnar Eysteinsson sem skoraði. Já, herðu, það er Samtilen sem ætlar að taka þessu hotspinnu. Og sami með fína bolta en Eyjólfur Tómasson slær frá í bili. Og það er Jón Gunnar. Finnur Halldór Hermann. Já, þetta er brot. Nei, það er hendi á Halldór Hermann. Hann er alveg brjálaður hérna. Já, bjóst við. Vildi fá aukaspinnu en reiknaði með aukaspinnu og tók hann með hendi en menn náði aldrei að gera slíkt. Nei, á að halda áfram okkur til að flauta þér. Það er menn að vita. Halldór Hermann, þessi er
Frægasta dæmi þetta að taka bolta með höndum líklega Andri Karvelsson sem spilaði með IA hérna einu sinni og tók boltan inn í höndum inn í eigin vítateig og var dæmt víti á Skagamenn upp á Fylkisvelli hér árið. Já. Ólafur Þórðarsson var svo reiður að hann kippti honum út af áður en víti var tekið. Já, hann var ansi snöggur á því. Já. Já, sjaldan verið snöggri, held ég, Ólafur, en já, það þetta Kristján Hauksson. Þetta með að spila þangað til flautað og nú eftir Aurelio Gómez hér markur í Tottenham, hann klikkaði á þessu líka. Jú, þetta mörg dæmi þetta, en Jón Orri tekur þetta innkast. Það er ekki að tala meira það? Nei, þetta komið gott. Við erum að lýsa hér leik Fram og Leiknis, staðan 1-0. Það eru Framarar sem hafa Hér engin Gómez og hér engin Andri Karves og engin Ólafur Þórðarsson. Nei, ekki þessum mönnum. Nei. Gestur Harðarsson uppalinn Framari, tekur þetta innkast. Já, var í sigursælu liði Framara í yngri flokkum. Já, það er ekki margir úr því liði hér í framliðin í dag. Léku þar undir ákafri stjórn Lárusar Gretarssonar. Jú. Sem nú held ég, er yfirþjálfari hjá Fjölni. Og Almar hér. En eru Leiknismenn allt of langt frá þeim. Já, Framaranum þar að segja. Daði, hann getur skotið. Setur hann út á Tómas Leifsson og Tómas. Þetta var ekki nóg gott skot. Nei, þetta var erfitt. Men enn eru, Leiknismenn full staðir þarna í varnarleiknum. Og miðjan kannski líka, hjálpa betur til. Já. Og Framarar hér sterkari upphafi. Þetta er mjög sterkan leikmann í Leiknisliði í dag, Kjartan Andri Baldvinsson. Já, og sömuleiðis Fannar inn á miðjunni hjá þeim. Arnarsson, hann er reyndar úti, ekkert búinn að spila í þessu móti. Nei. Bandaríkjanum. Vantar hann samt. Já, en Kjartan Andri er ekki með í dag. Hlýtur að hann meiddur eitthvað. Já, gerum ráð fyrir því. Og sjáum hvað Leiknismenn gerir hér. Nei, það verður ekkert á þessu. Guðmundur fær góðan tíma til að spyrna þessu frá. Leiknismenn þurfa að fara að sækja hér. Kristján Páll. Þurfa aðeins að vera beittari fram að við. Kristján vantar aðstoð og lendir í vandræðum. En Brynjar Hlöðversson er honum, en sendingin ekki góð. Og Leiknismenn voru aðeins rólegir á boltanum. Hér koma Framarar. Daði Guðmundsson inn á miðjunni í dag hjá Framarum. Daði fær boltan. Það er þetta Halldór Hermann. Tómas hérna með honum. Tómas. Vel gert hjá Brynjari. Já, og fór nú þarna full harkalega og hér eru slagsmál. Brynjar og Tómas í handalögmálum. Já. Og ég sá þetta nú ágætlega hérna. Brynjar fór í andlitið á honum. En hvort það verið viljandi skal ég ekki segja um. Tómas brást reiður við þessu. Og hvað gerir Guðmundur Ársæll hér? Það hlýtur bara að róa minni þér. Já, eina rétt í stöðinni. Finnst mér. Nú þarf að vera viðvændi hér spjöldum. Sérstaklega í þessu móti. Menn öskra hér í stúkunni sikkur megin. Gula spjaldið og það er óvænt að segja að það séu ekki allir sammála þessari ákvörðun. Nei, það er öskra hér sikkur megin og Sigursteinn skilur ekkert í þessu. Nei. En já, þetta er svona umdeilanlegt. Já, en skemmtilegt. Þetta kryddar þetta fyrir okkur fyrir utan völlinn. Mér fannst nú Guðmundur geta bara sleppt báðum mönnum hérna. Já. En ágaf spjalda með. Gula spjaldið, já, svo sem í lagi. En við erum allavega fegnir að það ekki fóki hér rauð spjald. En liðsmenn kannski ekki sammála þessu. Ólafur Hrannar, þetta er svona eins og skallatennis. Þetta er aukaspyrna, þarna fer Kristján og hótt með fótinn. Samt til en beigir sig. Guðmundur og dæma. Það er alltaf verða vitlaust hérna. Já, ég fannst þetta háskaleikur. Já, mér fannst samt beigja sig.
Nógu það að við erum ekki að dæma leikinn hér. Nei. Guðmundur Ársæll Guðmundsson með flautuna og Leiknismenn eiga innkast. Og Papp. Og Papp ekki búinn að sýna mikið hér Nei. á upphafsmínútunum. Santillen. Jón Gunnar. Talsverð harka fær búinn að færa styr í leikinn. Ekki á Almari. Setur hann út á Guðmund Magnússon. Já, Kemur með hann. Hvað gerir Guðmundur? það er spurning. Finnur hér Almar og... Þetta var nálægt í. Mjög góð sóknin fram. Almar Ormarsson með skotið rétt fram hjá stönginni. Já, Og hefði getað komið fram í 2-0. já, Leiknismenn með illa við því að fá þessu annað mark. Já, það er rosaleg barátta hérna. Fyrstu 23 mínúturnar. Greinilega mönnum er ekki sama. Bara eftir að aukast Talsvert eða eitthvað. mikil harka hér og Aðeins meiri harka. annaðin í leiknum áðan. Já, það var Erlendur Eiríksson hafði náðugan dag á flautinu þar. Hún byrjar að geispa þarna á miðlínunni. Byrjum nú við. Já, og við skýrum hann ágætlega bara. En Halldór. Leiknismenn. Eggert sem kemur boltanum á Ólaf Hrannar. Já, Og ágætlega gert. Hilmar kemur með hann aftur. Og föst sending. Já, allt of bein. Hún hefði átt að koma meir út í hornið. Já, það fór beint á Ögmund. Það verður þægilega fyrir Ólaf. En það kom framarnir Jón Orri. Þetta er fyrirlegan Kristján Hauksson. Afmælisbarn dagsins. Já. Kristján Hauksson fæddur 86. 25 ára gamall í dag. Já. Snöggur að reikna þetta valur. Já, þetta er alltaf hreinu. Með vasareikni hér á sér. Og framar alltaf fram. Jón Guðni. Þessi er á langur. Alltaf langur. Eyjólfur tekur þennan öruggum höndum. Eyjólfur spyrnir langt. Og það er Kristján, nei. Já, hann náði þessum og Leiknismenn eiga þetta. Hilmar og Aron Aron komur Danielsson. hann yfir, já. Gegn Jóni Orra. Það er svona ekki alveg viss hvað hann á að gera. Kemur þessu þóinn á teginn. Geti sendið ekki á Óttar hann í baráttunni. Óttar fyrirliði Leiknismanna. Já. Slög sendi ekki Óttar þarna. Já, andaði upp á þetta. Framar geta komið hér. Guðmundur Magnússon. Og Guðmundur hann gestur sér við þessu og þetta var ekki neitt á þetta. Nei. Gestur ekki ánægður með þetta. Já, þetta var ekkert. Guðmundur Ársæll. Já, dæmd á þetta. Flautuleikari hér í dag og Já. hann ræður. Ég er ekki að deila á hann. Það har aldrei virkað. Hann mun ekki byrja að virka Það virkar reyndar í Reykjavík-mótinu. Nei, það virkar ekki neitt. Það eru sérreglur. Það er Samtillen. Beint frá KRR. Nei, og Samtillen, Daði. Og þetta er á þröngt bara. Já, ágæti spil samt frá frumarinn. Og Leiknismenn sjá við þessu. Kristján Páll. Já, vantar meira frá Og Papp. Papér, gerir þetta ágætlega? Ágætlega gert hjá Papp. Hvað gerir hann núna? Já, og nei. Kemur hann ekki Ólaf Hrannar. Það er Kristján Hauksson sem kemst í milli. Vantar smá brott þarna í svona leikinn hjá Leiknismönnum. Og Hvað er þessi broddur? Ég veit það ekki. já, hann er ekki komin ennþá. Kjartan Andri var kannski þessi broddur. Hann er ekki með. Hann verður ekki með í þessum leik. Nei. Ekki í leikmannahópnum. Því er ekki fyrir að væli við því. En hér er Brynjar með skallan. Já. Og Halldór Hermann. Framar að verið hættulegri hér. Halldór Hermann í mikilli baráttu við Kristján. Kristján Páll. Gerir þetta vel. Papp. Og Jón Gunnar. Vel gert hjá Jón Gunnari hérna. Já. Komst inn á milli. Daði Guðmundsson með sendinguna. Brynjar. Nei, Guðmundur Magnússon er ástæðar. Já. Ok, það er ástæða. Og Leiknismenn fara sig fram að sendingin yfir. Þessi lítur að skila sér á. Aron Danielsson. Já, hann lítur að skila honum að gest. Nei, leitar hann á vellin. Nei. Þetta er Eggert.
Já, Uppalinn Káringur Eggert. Jú, Eggert Einarsson. og hann leitar til baka. Brynjar. Kristján Páll. Já, Halldór Hermann. Samtilen. já. Jón Guðni. Gerir þetta vel. Framarar ekki lendi í vandræði með leiknismenn fram að þessu. Guðmundur Magnússon. Sterkar aðalinn Framarar eitthvað. Rétt tæplega hálftími hér á klukkunni í Egilshöll. Og Framarar leiða 1-0. Jón Gunnar. Það var athyglisverð móttaka hjá Halldóri Hermanni. Já, það er Ég sá nú aukaspyrna. ekki touchið fyrst, ég held að hann hefði bara hent sig á hann. Það var verið að missa hann þarna. Það var klárt brot. Já, Samtilen, Davíð sem ætla að taka þetta. Jú, það er líklega Sam. Jú. Ekki Daði að fara að spyrna sem er vinstri fæti. Trúi því ekki. Og Samtilen inn á teginn. Og Almar sem dettur fyrir Almar hann að boltinn. Hafnar að hreinsa þetta frá Jón Guðni með hörku skalla hérna og hann er nú Tómas fyrir innan eða hvað? Nei. Svo það svo sem ekki alveg Eyjólfur nær knettinum og Hættir við. já, þorði ekki að fara hérna í sparkið. Setur hann niður, Já. bakkar hann fram. Reynir að finna Óla Hrannar en hann á ekki séns í loftinu á þetta er Jón Guðna sem er Þýðir lítið að tveimur höfðum hærri. dæla boltanum í átt að þeim Kristjáni og Jón Guðna hann í miðvörunum. Guðmundur Kristinsson sparkar þessu beint á Brynjar. Já, ekki góð spyrna í Ögmundi. Reynir að finna Hilmar en kemst ekki fram hjá Jón Guðna. Og þessi hjá Brynjar í Hlöðves svo sending ekki nógu góð. Þetta er fín spyrna hjá Ögmundi. Já. Eggert gerir vel. Eyjólfur svolítið langa spyrnu núna þessar myndunar. Jón Guðni með þetta allt á hreinu. Hann tapar ekki mörgum boltum þarna. Og þetta er nú ekkert, frekar ljóttækling þarna. Já, sleppir hún líklega. Gefur hann meitt séns. Hilmar Halldórsson. Já, Hilmar Árni Halldórsson þarna. Og við fær orði í eyra frá Guðmundi. Dómara. Ekki meira kallið minn. Gæti Guðmundur verið að segja við hann? Já. Nei, ég veit það ekki. Heyrum ekki í honum hérna. Nei. Svolítið langt frá. Þetta er ekki Guðmundur, jú. Þetta er Guðmundur Magnússon. Og, já. Hotspyrna. Reyndi að finna Almar Ormarsson en hvað var þetta? Eggert sem kom honum í hotn? Framarar, sjáum hvað þið gerir þessu. Þetta var Gestur Harðarsson sem kom honum í hotn. Samtilen trítlar til að taka þetta. Skottast hér. Það er nú ekkert að flýta sér að sér Sam. Nei. En hafa hlutir yfir sem meira en svo sem engin ástæða fyrir Sam til að drífa sig. Þeir eru að vinna þennan leik. Já. Það er spurning. Framara mætti með stóri mennin inn í boxið. Kristján Hauksson og Jón Guðna Fjólusson. Það verður að hafa góð gætur og Jóni Guðna sérstaklega. Hann nær sig hér lausum en Eyjólfur nær boltanum hins vegar. Hvað gerir Eyjólfur núna? Þetta með sendinguna Ólaf Hrannar. Jón Orri þarna í baráttunni. Nær Ólafur valdöfnettinum og ekkert dæmt. Það vill fá aukaspyrnu. Já, einhverju kannski flauta þarna en ekki Guðmundur. Sá ekkert aðtöfvert þarna. Og því koma Framarar í skyndisókn. Samtilen mættur hérna á hægri kantinn. Já, fyrir... hann ætla sér vissi ekki alveg hvað var að gera þarna. Nei. Þessi ekki vanir að vera í þessari stöðu. Nei. Líður betur vinstra megin. Það er að hreinu. Það kemur hér með langt innkast. Guðmundur hérna nautsterkur þessi strákur. Algjör bóli. Sendi ekki hér inn á teginn. Framarar. Kemur boltan út. Og Sam er bara þarna úti. Hann er að dæla sína í teginn og aðeins svo langt fyrir Guðmund. Já, Eyjólfur sterkur í loftinu. Já. Kemur á handsamar knöttinn. Kristján Páll, sem er lítið búið að sjást til hans. Já, leiknismenn ekki fengið mörg tækifæri hér. Papp gegn Jóni Gunnari. Papp skilar honum ágætlega. Já, vel gert hjá Papp. Og nú vantar að láta svolítið flota boltan á leiknismennum. Þetta er full fyrirsjáanlegt hjá þeim. Ólafur Hrannar og Bíður nú við. Hvað gerir Papp? Nei. Gleymir boltanum hérna, Papp. Þetta er auðvelt fyrir Jón Gunna.
Gunnar Eysteinsson hlupur nú saman hann og Tómas. Já. Guðmundur Magnússon, Daði. Jón Gunnar. Og vantar hér aðstoð, fær hann að Með fá. út á Almar Ormarsson. Hvað gerir Almar? Keyrir inn. En Leiknismenn sjá við þessu. Já. En Framar nógun aftur. Halldór Hermann. Jón Guðni. Kemur boltan á Jón Orra. Það er virkilega góð sending Jón Orri. Já, vel gert hjá Jón Orra. Já, en hugðu ekki að sér hérna. Þetta var ekki alveg vel gert hjá Jón Orra hérna. Gestur. Leitar fram á við. Kristján Hauksson búinn að lesa þetta. Og notar líklega hugmynd, já. Já, vel gert hjá Kristjáni. Yfirvegaður sem fyrr. Það eru Framarar sem hafa hér yfir. Og Hugmundur ekkert að flýta sér að koma þessu frá sér. Gera það þó hér. Við átt að Guðmundi Magnúsinni. Nær ekki þessum bolta. Og Brynjar. Leiknismenn vantar svolítið meiri hreyfingu á leiknislið. Sjáum hvað það gera hér. Það er að koma ákveðnum mönnum inn í leikinn. Það er að koma kantmönnum sinni inn í leikinn. Það er algjört líka. Framarar eru einu fleiri hérna inn á miðjunni. Þeir eru 3 á móti 2 og þeir eru að leysa það mjög vel. Já, hafa yfirburði þarna og samtilega búin að sjá þetta fyrir. Vel gert þau saman. Framarar eiginlega búin að sjá við öllu því sem leiknismenn hafa ætlað sig hér. En staðan aðeins 1-0, þannig að það er nóg eftir og allt eftir hér. Allt getur gerst. 10 mínútur eftir að fyrir áleik. Pab Mamadou Faye. Það er 35 mínútur liðar hérna á þessu leik. Já. Það er Brynjar Guðmunds. Og Hilmar fær hann. Já, nú verður að koma eitthvað frá leiksmönnum, nei. Ólafur Hannar. Framararnir betur og nú dæmir hann háskaleik, já. Dæmdi ekki á þann. En Framararnir er mjög ósættir með þetta. Já. Ég skil það á vissu leyti. Hinum megin það var ekki dæmt. Virkaði mjög lítið. Og aukaspyrna. Er það Óttar fyrirliði sem ætlar að stíga hér upp. Það er engin annar en Óttar sem ætlar að spyrna þessu. Sjáum að Guðmundur með hendina á lofti sem þýðir að hann má ekki skora þessu beint. Þetta er óbein aukaspyrna. Og spurning hvort hann sendi ekki þetta þennan inn á teginn. Þessi fyrir og þetta er 1-1. Mamadou Faye. Þegar 10 mínútur eru eftir að fyrir áleik og þarna glemdist bara dekkan og hann nýtti sér það. Ífurlega vel gert. Það voru þeir að hugsa. Já. Þorvaldur ekki sáttur með fyrsta skipti sem að Framarar. Já. Og Pab nýtti sér það og er búinn að jafna leikinn 1-1. Fyrsta skipti sem að Framarar gleyma sér hérna og Pab nýtti sér þetta. Já, flottu skalli á Pab. Já. Og staðan var 1-1. Hér getur allt gerst. Já, Framarar ekki sáttur með þetta. Þetta var svona frekar ódýrt. Já. Þeir bara... Fínu gangi leiksins að spurði hvort þetta veki leiknismennina. Viltu að halda þarna einbeitingu? Halldór. En þetta gefur leiknismönnum nýtt lífi í þessum leik. Hafa ekki verið líklegir til að skora en það þarf ekki meira en einu aukaspyrnu. Ódýr aukaspyrnu. Og á pönnuna á Pab, já, ódýr var hún. Beint á pönnuna. Og það enda boltinn bara inni, sem við þekkjum. Já, Pab skoraði þarna með kollspyrnu, eins og Bjarni Fel myndi orða. Athyglisvert orð. Skemmtilegt. En staðan 1-1. Halldór Hermann og Almar og aftur á Halldór. Og vantar hér að starfsmenn Eiðisallar seti þá töfluna. En við erum lítið að velta okkur upp úr því staðan 1-1 og leiknismenn. Töfluvörðurinn er líklega Framari. Já, kannski hann sé sofnaður. Það er spurning. Drefið það. Við erum á sjálfsögur komni með þetta hérna. Já, okkar tafla með þetta hreinu. Ekki að spyrja því
En fyrstir með þetta. Og Leiknismenn halda áfram. Gestur Ingi. já, kemur Eggert. Já. Og langur bolti, of langur. Allt of langur. Og myndi Kristinn með fínt kasta hana og Jón Gunnar. Já. Og Framarar Daði Guðmundsson leitar að möguleika. Já, Leiknismenn verjast þessu. En Tómas hefði nú, já, sendir hann þau á eftir Ármanni. Fínt bolti á Tómasi. Og Brynjar, hann verður að hreinsa þessu, hann er búinn að taka við Hér það. Daði. Framarar koma þá aftur hér Jón Orri. Þessi í áttina, Óttar sér við þessu út af. Óttar fyrirlið með þetta alltaf hreinu. Já, Lagði upp mark sinna manna hérna, jöfnunarmarkið. Þetta er mjög fín aukaspyrnu hana sem skilaði marki. Miðurinn þarna með staðsendingu. En boltinn hér enn út af. Og eftir það Framarar sem er innkastið. Óttar sem fyrr. Boltinn þarna verður megin á vellinum bara núna. Og Daði missir hann út af klaufalega. Og enn fá við innkast. Aron Danielsson. Já, hann fer sjálfur en Halldór er sterkur þarna. Þetta er Jón Orri, já. Og rífur Aron í hann. Já, það er aukaspyrnu. Pirrar Aron hérna. Kristján Haug spilar sér líklega stutt á Jón Guðna. Hann upp á Tómas. Já, hann tar aðstoð hérna. Fær hana frá Samtilin. Samtilin inn á völlin, Jón Gunnar. Það var mjög afturendan á Sam. Já. Papp tekur hér á rás. Fýtt bolti. Flottur bolti á Papp og Kristján Páll, hann er eldsnöggur. Við vorum að sjá hvað hann gerir. Þessi er inn á teginn og Brynjar Hlöðversson. Jón Guðni hérna veit ekki að manninum og nei, það var nú ekkert að þessu. Og dundrar hann í Papp. Já. Þetta hefur verið sárt. En Papp leggst þetta niður. Þetta er hárrétt hjá Guðmundi, það var ekkert að dæma á þetta neitt. Jón Guðni vissi ekki af manninum hérna en bjargaði sér út úr þessu og þrumaði þetta í Papp sem liggur óvígur eftir. Já, það er spurning hvort maðurinn hafi komið úr rangstöðu þegar hann kom tilbaka. Já. Nefn hann hafi verið samsíða spyrnumanninum. Það fyrir aftan hann. Papp jafnar sig á þessu. Já, það er klárt. Fer ekki að fara út af núna, Karlinn búinn að setja eitt. Sinu fyrsta leik í byrjanliði í þessu móti. Já. Búinn að vera á bekknum í hinum tveim. Og þá getur leikurinn hafist hann í Ögmundur. Brynjar Hlöðversson með skallan. Gestur. Kristján Haugsson. Með slaka sendingarna Kristján. En kemur ekki að sök. Brynjar einnig með slaka sendingu. Já. Spyrnan hér fram, Óttar. Framar að koma hér Guðmundur. Hann klappar hérna Aron. Og nú er Samtilin í fínni stöð hér vinstra megin. En keyrir inn á miðjuna. Slöggsending. Hver að mættur Óttar sem fyrr. Já, hún er að fína leik Óttar. Já, klettur í vörðinni hann. Já, stjórnar sínum mönnum. Papp fellur við. Ég hugsa að það verði ekkert verið á þetta. Nei. Papp kemst ekki upp, Jón Guðni og hann fer hérna. Barátta í þessu. Leiknismenn er alveg brjálaðir hérna. Er hérna harkalega. Sigursteinn Gísla. Átt að þessu. Guðmundur Ásvall er búinn að setja línuna. Það leifir baráttu. Já. Við skulum bara fagna því. Algjörlega. Það er alvöru leikur hérna. Úrslitaleikur milli tveggja liða sem ætla sér í undanúrslit hérna.
Við viljum fá smá hörku hérna. Að gera að berjast. Gestur, Hilmar og Daði vinnur bolta. Og þessi ennþá inn á eða hvað? Jú. Já. Guðmundur. Guðmundur Magnússon. Hann hafði betur gegn Óttari hérna. Gerir þetta skemmtilega Guðmundur og halda Framarar hér áfram. Tómas Leifsson. Kemur hann aftur út. Halldór Hermann. Og Guðmundur og langur. Aðeins og langur. Guðmundur feikilega góð skallamæður. Já. Leiknismenn. Og þessi út af. Þessi bara út af. Og leiknismenn kæruleysir hérna. Já, þeir eru 1,5 mínútur eftir að venjulega leiktíma í seinni hálfleik. Nei, fyrri hálfleik segi ég. Fyrri hálfleik er það víst. Fyrri hálfleikur hér. Nú eftir að þessu. Stefnir allt í það að verði jafnt hér í hálfleik 1-1 en sjáum hvað Framar að gera hér. Óttar kemst fyrir þetta. Kristján Páll. Papp og nú er 2-0. Vel gert til Papp en Ögmundur. Hann var vakandi. Já, það verður bera hrósunum fyrir það. Sendingin svolítið föst. Einhverjir markverðir hefði staðið á línunni þarna og það var Dóri Kaplöp. Ögmundur vel á verði. Já, vel gert Ögmundi. Tók þetta bara örugglega. Tilbúin í þetta. Mínúta hér eftir að fyrra hálfleik. Jón Gunnar og Jón Guðna. Leiknismenn koma sér hér í varnarstöðuna. Framararnir sækja. Guðmundur. Þá kemur hlaupið frá Jóni Ára. Guðmundur fer sjálfur. Óttar sem fer. Setur þetta út af. Framararnir halda áfram. Kristján. Guðni nú geta Leiknismenn pressa aðeins á að gera það ágætlega. Verða að senda tilbaka á Ögmund. Ögmundur kemur líklega með hann hérna á Guðmundur Magnússon eða eitthvað. Nei. Jú. Nei, Guðmundur er komin yfir og þetta verður ekkert úr þessu. Sett hann bara gest. Framarar hér að reyna að sækja. Leiknismenn verjast. Aukaspyrna. Já, hér er venjulega leiktími búinn. Það er bara spurning hvað Guðmundur Ársæll hefur þetta lengi. Þessi sending gengur ekki upp. Já, Ólafi Hrannari. Daði. Þessi sending ekki góð. Helgi, nei, Óttar segir. Hlýtur Guðmundur að fara að flauta til hálfleiks. Já. Halldór Hermann. Þessi er út af eða hvað? Jú. Leiknismenn á innkastið. En innkast. Boltinn verið talsvert þarna. Já, á vinstri helmingi Leiknismanna. Gestur og félagar vinstra megin staði ströngu hér eða Framarar. Og enn er boltinn út af. Og þá nýtir Guðmundur Ársæll dómari tækifærið og flautar þennan leik af. Já, fyrri hálfleikinn allavega. Staðan er 1-1. Hörkuleikur, mikið harparist. Já, það er hárrétt. Tvö gulspjöld kominn og Jón Gunnar Eysteinsson sem kom fram yfir strax á 9. mínútu. En Papp Mamadou Faye jafnaði á 37. mínútu fyrir Leikni og eins og staðan er núna þá er Fram á leiðinni í undanúrslit en það þarf bara 1 mark að gerast, 1 mark að koma. Já, spennandi. Góðir áhorfendur, við erum farin inn í kaffi og ekki fara langt. Spennandi síðar hálfleikur framundan, við förum í auglýsingar. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. The time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear
Ísskápar? Heldur betur. Max. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reytir fasteignafélag. Harðviðarval hefur í meir en 30 ár séð ánægðum Íslendingum fyrir úrvalsgólfefnum. Verslaðu við þá sem hafa reynsluna. Harðviðarval. Þegar þú kaupir parkett. Frá James Cameron, leikstjóra Titanic og Avatar kemur hans nýjasta stórmynd. The Sanctum í þrívídd. Mögnuð spennumynd gerð með nýjustu og flottustu þrívíddatækni sem völ er á í dag. The Sanctum, frumsýnd 4. febrúar. Tryggðu þér miða á sambio.is. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld, ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Sjónvörp? Já, alveg hellingur. Max. Okay, let's watch the game in my place. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta.
Komið sæl, áhorfendur góðir, hér seinni hálfleikur hafinn. Og staðan 1-0, nei 1-1 fyrirgefið. Og við erum svona að koma okkur fyrir hérna. Já, staðan 1-1. Kaffiliðið okkar. Og seinni hálfleikur hér nýfarinn af stað. Sýnist svona fljótu bara engar breytingar hafa að gera á liðunum. Nei. Ekki hálfleik að minnsta kosti, enda mikið undir í þessu leik. Menn eru kannski ekki að leyfa öllum bara að spila. Menn greinilegt að Sigursteinn og Þorvaldur ætla báðir að fara áfram í þessu. Já, þetta er það markmiðið. Það er klárt. Þó þetta sé æfingamót og allalala, þá eru leikir í boði. Ólafur Hrannar. Framarar hér, já getur stöðu, Almar í fítninstöðu hér úti í Herramegin, Samtillen, finnur Almar Ormarsson og Almar, en já, skotið ekki gott. Nei, ekki nógu gott í Almarni, en flott sókn fram. Samtillen koma heldur betur með hérna upp. Já, hann sprækur í sóknarleiknum, bakvörðurinn. Komin á hægri vænginn hérna í þessu lok fyrirháleika hann. Já. Leiknismenn taka enga áhættu þarna. Það kemur Sam á vettvang, nei. Fær boltan þá hér, nei. Daði Guðmundsson. Daði með boltan á Guðmund Magnússon og þetta. Vantaði smá kraft þarna. Og Eyjólfur réði þetta. Já, hefði hann verið aðeins fastar. Þá hugsa ég að þessi hafi sungið í netinu. Já, náði ekki alveg kraftinu. Guðmundur var í ansi góðu færi, en sendingin var mjög laus hjá Daða. Svo náði Guðmundur engum kraft í skallan. Það er Almar, það er Framara sem byrja betur hérna. Leiknismenn aðeins í vandræðum hérna. Og Tómas Leifsson. Það er þessum ekki. En já, eins og við talum hér. Eyjólfur vel út af markinu. Þá byrja Framar þetta betur. En það er eins og leiknismenn sem þurfa að skora og já. Þessi fer upp í loft. Þarna var ég komið 2 mörk ef að... Við förum eftir stigakerfinu. Já. Sem við ætlum að leggja til. Á næsta fundi í KRR. Ef að leikurinn fer jafntefli, þá vinnur það lið sem skaut oftar í lofti. Já. Mjög góð regla. Fengi eflaust góðan hljómgrunn. Ég efa það. Já. Nú það Jón Guðni út á kantinn. Og Samtillen spilar hérna eins og kantmaður. Tómas. Og hann fer á Eggert þarna. Eggert gerir vel. Ákveðni. Almar. Nú verða leiknismenn að mæta þeim og hirða þeim boltan og það gerir Aron hér. Já. Losar aðeins um pressuna. Vel gert í Aroni. Já, vann vel þarna. Það er Jón Orri sem á yngastið. Og Almar gerir þetta vel. Það þarf ekki ná boltanum fyrir þarna. Tómas Leifsson kemur með boltan fyrir en Eyjólfur kominn þarna út. Og Framarar fá átspinnuna. Brynjar sem skallaði þetta aftur fyrir. Brynjar Guðmundsson líklega. Jú. Framarar taka hana stutt. Samtillen á vinstri fótinn. Nei, nær hann ekki. Ólafur vinnur vel tilbaka. Ólafur Hrannar mættur. Já. Hér er hratt barist og Brynjar ítinn út baki á honum. Jú, þetta er hárrétt hjá Guðmundi Ásar. Hefði geta beitt hagnaðanum hérna. Jón Gunnar var með boltan en aukaspyrna niðurstaðan. Jón Guðni er það Jón Guðni sem ætlar að skjóta? Já, hann er mjög líklegur til þess. Gífurlega góðan fót í Jón. Þarf ekki að bjóða hann það tvisvar. Við séum hann skjóta þessu færi. Já, hann mun líklega að reyna það. Enda að gera ef menn hafa það í sér að láta vaða. Sam ætlar að leggja hann á hann eða eitthvað. Nei, þetta er það. Nei, Sam ætlar bara að taka þetta. Nei. Hættu við. Jón Guðni, þetta er bara slögspyrna, einfall, punktur. Lítil hætta. Markspyrna. Leiknismenn eiga. Þeir þurfa að skora mark. Leiknir. Svo við höfum margoft sagt í þessari útsendingu. Þá þurfa Leiknir að vinna þennan leik. Það er rétt. En Framarar eru áfram eins og staðan er núna. Já. En Framarar. Það er Pape Mamadou. Og vinnur það. Framarar greinilega hér að leita öðru marki til að koma sér yfir. Og halda hér áfram að sækja Guðmundur.
Það reyna að kloppa Gest, en Gestur gerir vel. Þetta eiga leiknismenn. Nei, þetta er ekki rétt. Og Gestur eðlilega vonsvikinn með þessa niðurstöðu. Guðmundur fljótur að taka það, Almar. Já. Og Halldór Hermann fær boltan. Dettur á Halldór Hermann þarna. Kemur með hann á Tómas Leifsson. Sam kemur inn utan á... Þetta var full augljóst af Tómasi. Já, sendingin ekki góð. Það átti að fara sjálfur bara inn á markinu og skjóta. Já. Sam var ekki komin hann alveg nóg nálægt. Jón Guðni. Vel gert hjá honum. Og setur hann yfir og það er angstaða á Guðmundur Magnússon. Þetta var hárrétt hjá aðstoðardómaranum. AD1. Já. Ætli allir að vera komnir með þetta. Já, hann er með flaggi á lofti og leiknismenn fá þar alveg til aukaspyrnu. Já. Papp. Vel gert hjá Papp. Aukaspyrna hér að hvað? Nei, leikurinn heldur áfram. Ólafur Hrannar. Já. Sigursteinn ekki mjög ánægður með dómarann hérna. Nei, hann ætlaði ekkert að dæma á þetta. Aron. Tómas Leifsson í smá vandræðum hérna. Ólafur Hrannar. Þetta var lítið. Þetta var lítið, Þetta sé rétt hjá Guðmundi. Leikurinn áfram. Halldór Hermann. Og býður eftir spilni þarna á Daða en náði ekki sendur. Brynjar gerir þetta ágætlega. Vel gert hjá Jón Gunnari. Já, Jón Gunnar búinn að spila vel í þessu leik og þetta er hörku tækling. Þetta er ég ekki vissum. Gestur tekur boltan. Hann náði knettinu þarna. Það verður allt vitlaust. Þorvaldur vill meira og Sigursteinn er alveg brjálæður yfir dóminn. Já, Þorvaldur getur nú ekki farið fram á neitt meira. Þetta er mjög skemmtilegt. Algjör hámarsrefsing og... Ef að myndavélarmaðurinn okkar geti sýnt hérna yfirildi milli þjálfarna, það væri það mjög skemmtilegt. Þetta er alveg brjálæður hérna. Sigursteinn, gaman aðeim hérna. Jájá. Ekki sáttir við þetta, en svona átt að vera. Þetta er alveg leikur. Já, spjaldi fór hérna á loft. Já, það er Gestur Harðarsson sem fekk spjaldið í liði Leiknis. Já, óöppinn með það Gestur, því að hann náði knettinu. Já. Hann áfram í leikinn, Daði Guðmundsson. Og Almar. Það er Gestur sem að hreinsar þetta. Papp. Já, og framarar hér. Jón Orri gerir vel. Guðmundur Magnússon. Og þetta var laglega gert, en Gestur gerir þetta líka vel. Og enn er hann að dæma hér. Frömmur boltan, vafasamt. Jón Gunnar. Tómas Leifsson. Hann er eitthvað utan við sig í dag. Tómas Leifsson, herfilegt ekki góðan leik og já, hann átti hann að gera betur. Já, klárlega. Það býr mikið í honum, ágætisleikmaður Tómas. Uppalinn í FH, Tómas Leifsson. Og Guðmundur Magnússon, hér með gott plás. Mjög góð staða hérna. Og hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar að fara sjálfur og taka bara skotið þarna en Eyjólfur ver. Þetta var vel gert hjá Guðmundi. Hárrétt ákvörðun. Ekki verið að tróða honum hérna í gegn. Eins og þeir eru búin að vera að reyna svolítið. Og Aron. Papp. Sterkur en Jón Orri það líka. Papp búin að vera sterkur í þessu leik. Og mæta boltanum vel og Halldórum vel. Ég vona hér skemmtilegum síðarháleik. Halldór Hermann. Guðmundur Magnússon er í góðri stöðu. Ég verður að hugsa að fara út, gerir það ekki. Almar er aðleitin á fjær, en slök sending á Guðmundi. Allt og nálægt Eyjóli. Já, þetta Halldóru niðri. Eyjóli var hérna í... Algjör óþarf að lyfta þessu, fannst mér. Smá óvissum með að mæta, en gerði rétt beið og handsæmi svo knöttinn. Já. Ef þú setur þetta upp, þá færðu Eyjólfur á mótið, en hann er gífurlega sterkur í háu boltanum, hann Eyjólfur. Já, þetta var allt og nálægt honum. Framarar. Hávaxinn. En beittari hér og... Þetta er að opna svolítið hjá... Já, Almar... Þetta er engir ástæða. Almar keyrir hér á vörn Leiknis. Og með skotið... Frábært mark hjá Almari. Ormarsson hefur sýnt okkur þetta áður. Hann getur skotið. Oft áður. Og við munum eftir markinu hans gegn skotum. Fyrir undir 21. stanslið og þetta var frábært skot. Hér var það gegn Leikni. Já. Þetta er frábært mark. Yfir Eyjólf í markinu. Sem gat ekkert gert. Ekkert. Og það verður ekki annars eftir þetta sé verðskuldað Framarar. Hún er miklu betri en það fyrstu 10 mínútur í seinni hálfleik. Lögum og lofum hér í síðari hálfleik á. Leiknismennir byrja þetta eins. Þeir mæta hreinlega bara ekki til leiks. Fram í, bara keyrir yfir miðjuna hérna í byrjun.
Og Leiknismenn verða að fara að byrja leikinn í seinni hálfleik ef þeir ætla að eiga einhvern séns. Já. Það klárt, frábært mark hjá Almari. Já, virkilega skemmtilega gert. Og Framarar 2-1 verðskuldað yfir, að mínum mati. Já, það nokkuð ljóst. Og koma sér hér í góða stöðu. 2-1 yfir. Leiknismenn þurfa að finna einhverja lausnir hér. Gestur. Missir út af. Og Leiknir hlýtur að eiga þennan, já. Jú. Já, menn. Hvernig látið sér heyri í stúkunni hér. Já. Alltaf gaman að því. Leiknismennir missáttir við Guðmund. Já. Hann lætur ekki tafa áhrif af sig. Nei, þetta þurfa þeirra að hugsa sinn leik fyrst og fremst og þessi sending og löng. Já, æfingabolti fyrir Ögmund. Markinu. Ögmundi með langa bolta. Frábær spyrna hjá Ögmundi. Fínar spyrnur hjá honum og vel gert hjá Almari. Vantar honum smá hjálp. Já, fær hana líklega frá samtílenina, hann að bíða. Og Almar þeir verða að mæta honum betur. Daði Guðmundsson. Og gengur ekki alveg upp hérna. Það þó ekki búið. Guðmundur, hann getur bara látið vaða hér. Þetta var sleikti þarna stöngina að okkur síndist. Þetta var ótrúlega. En líklega allt áliðin framhjá, en fín tilraun. Frábært skot hjá Guðmundi og þarna munaði einhver. Ég held að þessi var smellin. Já. Sveimir þá. Heyrðu á þér. Já, sveimir. Og Leiknismenn þurfa að heysa upp um sig hérna. Þeir ætla ekki að lenda illa í því. Já, þarna hefðu þeir getað slátur á þessu leik. Framararnir. Já. Svona allt að því. Framarar erfiðir viðuregnar þeir eru komin með fórustu. Já. Og það er sama sagan hér. Það er hæfileiki að kunna halda fórustu. Já, og hér eru þeir hreinlega með leikinn. Og eru að halda áfram að þjarma að Leiknismönnum. Já, einn sterkur leikmaður í liði Frams sem við glemtum að nefna á hann hérna. Það er Arnar Bergmann Gunnlaugsson. Hann vantar í dag. Hann er búinn að spila báða leikinn hingað til í þessu móti. Og verður gaman að sjá hvernig hann kemur út í liði Fram í sumar. Það er frí þessu sinni. Það verður spennandi að fylgjast með framliðinu. Þetta er ná að íta sér upp um eitt drep og blanda sér alveg í toppbaráttuna. Já, verður svona skrifin eftir. Þessi er, getur svo hugmynd, en Framar að leysa þetta. Samtílinn búinn að vera öflugur í þessum leik. Almar Ormarsson. Almar setur að já. Þetta er vel gert. Leiknis í bullandi vandræðum. Guðmundur Magnússon reynir skotið en Eyjólfur. Vel. Já, gerir það. Vörð Leiknis hér í vandræðum. Sem á miðjan. Framarar með völdin þar. Halldór og enn hafa þeir nægan tíma. Sjáu þetta. Fá hér að keyra órauttir á þá. Þeir eru alveg búnir á þetta miðinni á leiknum. Já, vantar einhvern kraft þarna á Tómas Leifsson. Og nú geta þeir bætt við þriðja markinu. Tómas Leifsson og bjargar þessu Óttar. Og það er Óttar sem fyrr. Búinn að standa vaktina vel að mínum. Sennilega þeirra besti maður í leiknum. Já, klárlega. Kemur nú ekki á óvart ef Sigursteinn færi nú að setja einn inn á miðjuna í viðbót. Já, vantar ferska fætur hérna. Kippti einum fram meiri út af eða eitthvað. Reyna að snúa þessu við. Þeir eru gjössalega keyri yfir á miðjunni. Við förum yfir bekkinn hjá Leiknismönnum. Þar setja Sindri Björnsson, Skúli Bragason, Helgi Jóhannsson, Valur Gunnarsson og Þorgeir Gunnarsson, Kári Einarsson og Steinar Guðmundsson. Já. Og líklegt að einhverjir þessara manna fóðu tækifæri. Já, innan skams. 15 mínútur liðnar að síra á leik. Já, það er það. Hér þarf að ná í boltan. Langar vegalengdir. Frumvarnum finnst ekkert leiðilegt að geta náði hann svona langt. Í þessari stöðu. Þeir eru að reyna að bæta við marki, ég vissum það. Þeir eru Almar. Og skall þetta frá í bili, samtílen. Afturinn á teginn. Óttar í burtu. Og Jón voru hér með tíma. Og ekki nóg góð sending hérna. Ágætis sending. Jæja, höfum það þannig. Jón Guðni. Samtílen búinn að fara á kostnum hérna í þessu leik. Já, búinn að vera frábær saman. Búinn að vera á allan völl, það er hægt að segja það. Já. Búinn að vera í vinstri bakvörðinum, hægri vangnum. Hvað er hann ekki búinn að vera?
Mér finnst Papp búinn að vera virkilega flottir í þessu leik líka. Já, aðeins týnstyrna enda leiknismenn var að vera að verjast. Hér er verið sókn. Og þessi fer á Papp. Og hann átt að koma með hann fyrir. Býtum við, þetta er ekki búið. Og nei. Þetta er frábært færi þarna sem að Aron í færinu. Hörðu, leiknismenn geta refsað framörunum. Já. Og aftur gegn gangi leiksins. Sennilega flott sókn á leikni. Fyrsta sókn leiknis í langan tíma og hefði getað skorað þarna jöfnunarmarkið. Mjög flott. Maður hélt að Papp væri búinn að klúðra þessu. En Aron fékk sannarlega færið. Já, nýtti það ekki. Framar koma hér enn það samt til en. Það er mikið í boltanum, bakvörðurinn. Jón Gunnar. Já, henn er miðjan á leikni svolítið eftir. Guðmundur. En nú stöðvar þetta. Papp og Sigursteinn kallar þetta meiri vinslu, þarna var framurinn sínum. Framar að leita tilbaka. Daði. Jón Guðni leitar eftir sendingunni. Brynjar er búinn að sjá það. Já. Setur það samt í hornin góða. Já. Sami ekkert að flýta sér. Nei. Þetta er innkast. Framar að vega. Jú, það er rétt. Kristján. Sami göngutúr hér Grafvoginn. Jú, skoða umhverfið og náttúran falleg. Já. En Halldór Hermann og Papp komið vel tilbaka þarna og leysir úr þessu. Og nú þurfa leiknismenn að þrýsta liðinu Framar. Framarar með tökin á sig hérna Jón Orri í áttina Tómasi. Það er ekki nástaða. Nei, en er það samtílinn. Skiptir hann vel yfir hérna Guðmund. Nú var hann í fínnistöðu, Guðmundur Magnússon. Og gestur, nei, gestur er ekki við þetta. En markspyrna. Já, 18 mínútur liðnar hérna á seinni hálfleik og staðan 2-1 sem fyrr. Framurum yfir. Enga breytingar komnar. Nei, þjálfararnir hafa haldið sömu liðum. Leiknismenn hér. Sýnist leiknismenn vera að fara að huga að skiptingu. Já, og kemur ekki óvart að þeim vantar einhvern ferskleika þarna Halldór Hermann Jónsson fyrir Framara. Almar tekur hlaupið og fær hann ekki. Almar búinn að vera virkilega sprækur sérstaklega í síðara leik. Já, sko það er frábært mark hérna. Já. Og það er skipting hjá leikni. Já, nú er að sjá hvað Sigursteinn býður upp á hér. Það er Brynjar Hlöðversson orðinn örþreyttur þarna. Já, búinn að hlaupa mikið Brynjar. Já. Og þetta er leikmaður nr. 25 Steinar Guðmundsson. Já. Sem er að koma inn á. Í hans stað. Kemur líklega þarna inn á miðjuna. Eða hvað? Sjáum það betur hér á eftir. Sýnir Steinar að vera að koma. Já, við sjáum til. Sýnir Steinar að vera að koma í bakvörðin. Gestur færis inn á miðjuna og Óttar fyrirliði inn á miðjuna. Já, og gestur í miðvörðin og Steinar hérna í vinstri bakvörðin. Þetta lítið þannig út hjá leikni núna og sjáum hverju þessi breyting skilar. Ólafur Hrannar og Brynjar. Leiknismenn þurfa að gera betur í sínum sóknaraðgerðum. Ætliði sér eitthvað út úr þessum leik. Ögmundur. Löng spyrna fram. Aron kemur boltan tilbaka á Eggert. Það veit ekki Aron annars. Kemur langur bolti og Ögmundur ræður þetta. Fint á Ögmund. Framarar leita mikið upp vinstri kantinn og þar er Sandtilen með tíðar áætlunarferðir. Finnur hér Halldór Hermann.
Klókir að finna svæði þarna fyrir fram að vörnina framarar. Halldór Hermann. Nú vantar hlaup frá Jóni Orra. Kemur ekki fyrir núna. Og sendingin ónákvæm. Pap, nú vantar honum aðstoð. Jón Orri gerir vel. Já, vantar smá kraft í leiknismenn. Sjáum hvort það komi hér. En 25 mínútur eftir. Nóg eftir þessu leik. Leiknismenn hafa tíma en þeir verða að spýta í lófana. Daði. Ekki að fá mikið sterk vörð fram er ekki að gefa mörg færi á sér. Já, og spilið hjá leiknismennum hefur gengið brösulega. Ná meðan framarar hafa hér verið hættulegir. Leiknismenn fengur reyndar eitt færi hér áðan. Dauðafæri. Dauðafæri hjá Aroni Danielsinni. Þetta er fljótt að gerast, þannig að það getur allt gert ennþá. Já, sáum það í fyrirháleik þegar leiknismenn jöfnuðu úr aukaspyrnu. Það er Jón Orri, Kristján Hauksson. Kristján kemur boltan yfir og Jón Gunnar er rangstæður. Já. En dómarinn lætur leikinn halda áfram, vel gert. Já, hárrétt hjá þeim piltum sem sjá hér dómgæslu. Gestur. Óttar. Gestur aftur. Nú vantar að sjá hvaða leiknismenn gera hér. Gestur. Kristján Páll búinn að vera týndur allan seinni hálfleik. Finnur hér Aron. Pab leitar að möguleika og Kristján Hauksson sér við þessu. Já, innkast sem Leiknir á. Já, leiknismenn verða að fara að finna Kristján Páll og Aron meira á vangjónum. Já. Þeir ætla að fá að góða úr þessu leik. Og sjáum hvað Kristján gerir hér. Já, leikur á Jón Gunnar en já, sendingin Jón Guðni sér við þessu. Hornspyrna. Jæja. Jón Guðni feikilega öflugur. Feikilega öflugur varnarmaður Jón Guðni. En það eru leiknismenn sem eiga hornspyrnu og það er Hilmar Halldór sem ætlar að taka hana. Og já, hann væri mjög sterkt fyrir leikni að ná að jafna hér. Þeir þurfa sannarlega á því að halda. Og frekar fyrir en seinna. Boltinn, það var ekkert í barðunni og þetta er lag í fangi á Ögmundi, en sjáu þið þetta, Samtillen það rýfur í hann hann. Almar er aleinn inni. Akkur gefur hann ekki fyrir. Það gerir það núna og var 3-1. Samtillen gerir þetta virkilega vel. Rápalega gert það Samtillen. Hélt að væri búinn að missa möguleikanum en hann fór þarna einu stig lengra. Já, og þetta gekk upp. Þetta er frábælega gert. Ormarsson að skora eftir 23 mínútna leik rúmlega í síðari hálfleik. Það var Ögmundur eldsnöggur að hugsa eftir þegar hann greip eftir hornspyrnuna. Kastaði beint á Samtillen sem að laði upp mark. Ögmundur með flottan leik. Og mikilvægt að markmenn séu snöggir að koma honum í leik. Já, hér eru framar að gera breytingu. Út af fyrir leikmann nr. 24 Tómas Leifsson og inn á kemur leikmann nr. 5 Kristinn Ingi Halldórsson. Fram. Já. Tómas hefur oft átt betri dag en búinn að vera ágætur. Tómas sem er að fara út að já. Kristinn Ingi kemur bara beint hérna í hans stöðu á hægri vanginn. Já, Kristinn Ingi gríðarlega snöggur. Ógnar með hraða sínum. Það er spurning hvað leiknismenn gera. Já, þeir eru komin í ansi erfiða stöðu. Steinar. Þeir ætla ekki að gefast upp hér. Steinar, hvað getur hann farið langt? Pab. Verður að fara þarna vinstri og Steinar. Jæja, það er Kári Einarsson sem er að koma inn á leikni. Já, og þá er spurningin hvort það sé ekki annarkur vængmaðurinn. 28 Kári Einarsson. Jú, það er Aron. Og það er nr. 9 Aron Danielsson sem kemur af velli. Kári glímt við ótrúlega erfið meiðsli á sínu ferli. Og meiðslasaga hans löng. Vonum að hann spjari sig hér. Sprekustrákur hann Kári. Já. Það er spurning hvort hann getur breytt einhverju hérna í dag. Já, þeir þurfa með eitthvað líf fyrir leikni. Nýtt líf, leiknir.
3-1 undir hér. 20 mínútur eftir. Gestur og Halldór Hermann. Ótrúlega hlaupa geta í Halldór Hermann hann á miðinni. Já. Hættir ekki. Það er út að segja það. Og Almar með skallan. Þetta er rangstæða. Kristinn Ingi Halldórsson var rangstæður. Þarna held ég að vera að fara að bæta við 4. markinu. Gera algjörlega út þetta. Þeir eru komin inn í ansi góða stöðu. Samt sem áður. Og Eyjólfur, þessi bolti er nú alltaf framalega. Já. Hann kemst upp með þetta. Já. Það er svo sem ekkert 100 að hættunni. Nei. Skora af alla þaðan. En Jón Gunnar. Það er nú samt sem það er að sjá þetta. Halldór Hermann kominn inn í fanginn. Kemur með boltan fyrir en hann er allt of langur. Það verður ekkert úr þessu. Eyjólfur gerir vel. Kemur með boltan á Hilmar. Og Hilmar ekki alveg tilbúinn til að fá hann. Nei, þetta var illa framkvæmt. Og Daði og Almar. Almar ætlar reyna ekki bara skotið þetta. Jú, það kemur ekki óvart á Almar en það er beint á Eyjólf í markinu. Almar óhrættur við að skjóta. Skoraði flott mark á hann. Og bætti síðan öðru við. Gunni missir hann og Papp gerir vel og spurning hvort það verður ekki rifið þarna í Papp og en ekki nóg að mati Guðmundar Ársæls. Já, þjálfararnir eitthvað ósáttir. Já, allavega, já, það er aukaspyrna. Þorvaldur sakar Sigursteinum að vera með eitthvað væl. Já. ætla ekkert að hafa eftir hvað hann sagði nákvæmlega. Já, ætlar Almar að reyna sig hér. Sé ekki betur. Það er Jón Guðni. Það kemur líklega með þetta inn í teginn. Jón Guðni hvergi nærri. Já. Þeir koma með. Gæti nú svo sem skotið þessu líka. Koma með Kristján Hauksson og fleiri inn í teginn. Ég ætla að tippa að hann skjóti þessu. Já, geti alveg verið. Sjáum hvort það rætist. Hann skýtur þessu. Er það ekki? Það er ekkert annað í boði. Skotið þessu er ekki, já, ekki merkilegt. Hann var lausar en laf. Já, ef það er hægt. þá var það þannig. En allt í lagi fyrir Framvara. Þeir eru hér yfir. Jú, jú. Og Leiknismenn þurfa 3 mörk til að komast áfram. Og þau eru nú ekki beint í spilunum. Nýri Framvara að gera breytingu. Leikni, já. Og bíða með það. Það er Orri Gunnarsson sem var að gera sér tilbúin. Já. Jón Orri. Daði og pressan í Óttar að náðu ekki boltanum. Kristinn. Og Halldór. Steinar. Og Kristinn nær á hann boltanum. Steinar í einhverju vesinni þarna. Almar tekur hlaupinn og teginn fær hann ekki. Og Guðmundur fær hann hins vegar. Guðmundur oflengi að þessu og býtur nú við. Kristinn rángstæður. Kristinn er rángstæður. Er hann að dæma það? Já. Hann er að dæma Kristinn rángstæður. Já. Þegar Guðmundur er með boltan, þá kemur Kristinn úr rángstöðinni. Og nú gæti breytingin komið. Já. Nei. Og sjáum til. Það er ekkert að flýta sér þessu. Nei, Leiknismenn. Heileika 9. Og það er Eyjólfur sem sparkar fram. Óttar kominn hann inn á miðuna, nær þessum ekki Almar. Halldór. Halldór Hermann. Halldór Hermann með boltan á fjær á Guðmundur og það er Brynjar sem hafði betur. Já, hann gerir þetta ágætlega Brynjar. Vel gert að Brynjar Guðmundssoni. Leisti úr þessu. Nú verður Leiknismenn að halda boltanum aðeins, sjáum til hvernig við gengum með það. Hilmar hann á miðinni. Nú pressa og þá lenda þeir í vandræðum. Gestur. Og þetta er þegar búið að taka á langan tíma. Já. Kári þó hér. Ólafur. Býður út í kantinum. Vel gert að Halldóri Hermann. Framarnir einfallega mun grimmari. Og eitthvað ætlaði þessi skipting að tefjast. Og við býðum alveg rólegur eftir því. Sigursteinn segir við sína menn að þeir verði halda boltan aðeins lengur. Já, og það er hárrétt hjá honum. Þetta verður ekki gengið. Kristinn er gríðarlega snöggur. Kristinn og Almar er aleinn í buxinu. Hann náði ekki betri fyrirgjöf. Hann náði ekki valdi þarna á knettinu til að gefa út á Almar. Almar er veldur fyrir hotspinnu. Ég held að Eyjólfur náði að halda þessu minn á.
Og þetta herfileg sending hjá Brynjari. Það er Almar hér. Almar ætlar hann að setja þrennuna í þessu leik. Já, Nei, ekki í þetta skiptið. Hann er líklegur. Hann er líklegur í það. Það er ekki annað að segja. Svo er Papp hann að dauðafæri til að fá boltan. Fær hann núna. Já. Og gerir þetta ágætlega. Þarna fóður aukaspyrnu. Já, vel gert af Kristjáni Haugssoni hana. Steig út og brauta á honum. Já. Leiknismenn að flýta sér. Óttar ætlar að spyrna. Leiknismenn setja þetta líklega bara alveg inn í box. Já, verður að reyna hér að freista þessa minkamunin. Eggert trítlar hérna fram. Já, sjáum hvað verður þessu Óttar. Já, síðast þegar Óttar tók aukaspyrnu þá endaði Tauran í netinu. Og hvað gerist? Ögmundur missir boltan og ver hann síðan. Hann ver hann síðan liggjandi. Já, hérna. Hann hefur orðið. Þetta var enginn annar en Eggert sem var hann í færinu. Eggert Einarsson í dauðafæri. Þetta virtist auðveldur bolti fyrir Ögmund að eiga við. Hann misti boltan en varði svo frábærlega. Hann fengi eitthvað högg hérna. Já, Kvartar yfir eitthvað höggi. Hann hefði ekki bara nelt í hausinn á honum hérna Eggert og boltinn fór síðan yfir. Þarna hefði sterkt til Leiknismenn að skora. Þeir fá annað tækifæri hér. Ótrúlega gott færi hérna hjá Leikni. Já, það hafa verið hættulegir í þessum föstu leikadröðum. Óttar með eitraðar spyrnur. Já, Óttar er komin inn í tegi núna. Sjáum hvort það. Nei, ekki törðu þessu. Steinar kemur líklega með hann aftur bara inn. Já, framarnir allir tilbaka. Steinar. Það vantar þarna eitthvað hlaup, já. Framarnir með þetta hreinu. Ögmundur. Gríðarlega flotta spyrnu. Sjáu þið þetta. Og Kristinn er sneggri en Kári. Kári heldur kannski hérna í hann eða hvað. Kristinn nær honum. Og endar hjá Eyjólfi. Hvað Kára varst þú að tala um? Kári Einarsson var kominn hann niður til að elta Kristinn. Þetta var ekki Kári. Nei, þetta var Steinar. Jæja, Steinar var það. En nú Guðni. Kári er auðvitað þarna og nú fær hann boltan. Nú fær Kári boltan. Hann er rangstæður. Ég er ekki viss. Það verður allt brjálað hérna. Leiknismenn ganga göflunum hérna á bekknum. Og þetta var ekki rangstæða held ég. Ég heldur hafi eitthvað til sínsmáls. Það sé kannski erfitt fyrir okkur að sjá það hérna. Það er Guðmundur Magnússon sem kemur út af hjá fram. Leikmaður nr. 21. Og leikmaður nr. 19, Orri Gunnarsson sem kemur inn á. Daði Guðmunds fer niður í hægri bakvörð. Já, þarna fengu Leiknismenn heldur betur. Já, voru í tækifærinu en flaggið fór á loft. Það er það ekki Brynjar sem er að fara út af? Jú, Brynjar Guðmunds. Og hver er komið í hans stað? Það er Þorgeir Gunnars. Já. Þorgeir Gunnarsson. Þorgeir Gunnarsson. Kemur í hægri bakvörðinn hérna á Leikni. Já. Og það hefur verið gaman að sjá endursýningu á þessu. Já. Það hefur verið rangstæðar þarna. Ég held nefnilega að það ekki verið fyrir innan. Nei. En Jón Gunnar. Já. Framarnir ennþá lausir á miðinni. Það var verið allan síðarháleik. Já. Hér kemur Daði komin í bakvörðinn, já. Papp. Velunni á Papp hann. Papp búinn að hafa fína leik, búinn að berjast allavega. Ólafur Hrannar. Þetta var hendi eða ekki dæmt? Nei, þetta var ekkert hendi. Hann fór allavega í hendina á honum. Já. Dómarinn dæmdi ekki, það var ekki hendi. Hilmar tapar boltanum við hann. Já, þetta er aukaspyrna. Já, Guðmundur gerir vel í að láta leikinn halda áfram. Hér er Orri nýkominn inn á, en Orri Gunnarsson fer fram úr sér þarna Orri. Já. Spyrnir honum og fast. Það var ágætlega gert í Orra. Sendingin. Já. Ekki nægilega góð. Hilmar. Stíga sín fyrstu skref með frömmurum í meistaraflokki. Kristján Hauksson, Halldór. Kristinn Ingi. Almar stór hættulegur þarna inn á tegnum. Spurning hvort að boltinn, nei, kemst ekki til hans. Steinar. Og Hilmar. Hilmar kemur líklega með boltann inn á miðjuna. Fer aftur í þrengslinn. Það eru að vera duglegri að skipta sig yfir. Framarnir pressa gríðarlega hérna á miðjunni. Já, það gert það vel. Ekki mikið af svæðum sem Leiknismenn fá. Og nú er aðeins 10 mínútur eftir. Framar að sigla þessu hér. Já. Í höfn. Sigla skútunni í höfn. Já.
Hann farið að sjást í land. Og þá er það fyrirverandi framarinn Gestur með langan bolta hér í átt að Kristjáni. Loksins losnar hann hérna. Er hann að gera sér mat úr þessu? Já, vel gert Kristjáni. Og hvað svo? Jú, hér er Kári Einarsson. Nei. Hann er ennþá með boltan. Og þetta er ekki búið. Kristján var hann aftur. Kári. Kristján. Rámstæðan. Það er rámstæðan hann. Úss. Já, skall hurnaðri hælum hann. Endaleg sókn hann hjá markinu. Leiknismenn verða að nýta þessar sóknir eða ætla að gera eitthvað. Þau er búin að fá ágæti sénsa hérna. Dauðafæri á það, þau Ögmundur lá hérna og þetta var nú dauðafæri bara líka. Já, fyrir að vera fullseint. Búin að fá sína sénsa. Brynjar klúraði hérna dauðafæri í byrjun áleiksins. Þannig að þetta er sannarlega geta verið búin að skora allavega neitt mark hérna í seinni hálfleik. Já, staðan geti verið önnur en hún er 3-1 fyrir Fram. Já, sanngjarnt kannski. Já, Framar að spila vel og hafa hér, nei, það eru leiknismenn sem fá enga stig. Steinar. Papp og Jón Gunnar hann lendir eitthvað saman. Og hér er eitthvað gangi þeirra á milli leikurinn heldur eins og áfram. Það er ekki sáttur. Jón Guðni hér komin út í vinstra megin. Slaka sendingu. Framar hann á honum aftur. Almar brot. Klárt. Já. Og hitti hérna inn Papp og Jón Gunnari. Papp er ekki sáttur við félaga sinn nr. 8 í framleiðinu. Já, efast hreinlega hann sé félaga. Eftir þessi viðskipti. Samtillen. Inn á teginn. En þetta er skallað frá. Óttar. Papp, hvað ætlar hann að gera hér? Hlýtur að reyna að finna Kristjáninn upp í hornið. Já, fínn bolti og Kristján er eldsnöggur. Hann er hann að ráða fram úr þessu. Finnur. Nei. Engan. Samtillen. Ætlar að reyna að finna Óla. Nei, hann ætlar að reyna að finna Hilmar. Já, Samtillen búinn að eiga stjörnuleik. Upp og niður völlinn og frálega maður leiksins. Algjörlega. Á mínu viti. Og Almar búinn að standa upp úr. Algjörlega. Þetta fer að styttast. Annars má líka taka það fram að Jón Gunnar og Halldór Hermann hafa ráðið öllu á miðinni þarna. Já, gert það vel sérstaklega í síðar áleik þessi. Út af hjá Ögmundi. Já, sparkunum bara beint. Við hér í átt að okkur. Hitti beint til dómara knáa Viðar Helgasonar sem kastar þessa stakri snild inn á. Kristján Páll. Já, Jón Guðni er kominn hérna í bakvörðinn. Og Jón Orri í miðvörðinn. Já, Orri hefur komið niður í hægri bakvörð. Já. Nei, Orri fór inn í miðvörðinn. Já, Daði fyrir ekki að ég myndi Daði. Daði datt niður í hægri bakvörðinn. Og Jón Guðni vinstra megin. Leiknismenn komið þennan stuttan. Gestur. Út á Steinar. Ekkert. Kemur langan. Oflangan, já. Já, þetta er svolítið. Já, ég hætti leiknismenn vantar upp á eitthvað. Framararnir sterkir. Hér er það Kristinn Ingi. Tilbaka á Samtillen. Samtillen þarna. Alltaf segja aðeins svo mikið. Ítir í Kára sem svara. Svona rétt gogga í hann. Svona átt að vera. Svona átt að vera. Skemmtilega átök hérna. Já, svona átt að vera. Já. Já. Leiknismenn með boltan. En vantar hérna betri sendingu. Kristinn Ingi. Það er boltan. Það vantar aðstoð hreinlega. Jón Guðni er að koma þarna í humátt. Hann getur gefið. Nei. Róa leikinn. Skynsamlega gert það sem var ekki margir inn í bóksinu. Það var að Sam.
Guðni. Almar. Ja, spurning hvort hann leita skotinu hér. Almar Ormarsson. Gerir það. Framhjá. Þetta framhjá. Já. Við maður gera að reyna þetta. Þú hefur byssuleyfi þegar þú getur sett hann eins og hann. Já. Það er klárt. Sjálfsögðu. Við fengið svolítið mikinn tíma þarna og nýtt sér það. Og kom fram 2-1. Síðan í 3-1. Papp hér í baráttunni. Framararnir á honum Jón Gunnar. Já, 5 mínútur eftir hérna. 4 mínútur. Plús viðbótartími. Fram að sigla þessu nokkuð örugglega í hús. Og þá er það Fram og Valur sem fara áfram. Og það ræðst svo á morgun hvaða lið fara áfram úr hinum riðlinum. Já, förum betur yfir það eftir. Já, Kristján. Almar. Kristján Páll. Nei, það er ekki. En hér mikil barátta og orðaskipti. Leikmann á milli. Ólafur, þetta var vel gert. Kári fljótur. Hvað er hann að gera hér? Orri, Jón Orri. Jón Orri gerir vel. Það er Oddbjörn sem leikst minni, já. Þetta gefið þeim smá von að fá markið hérna núna. Hilmar sem hann skokkar til að taka hornið. Já. Hilmar Halldórsson. Tekið þessi horn í kvöld. Getur gefið þeim smá líf hérna að skora eitt hérna. Já, vissulega. Þetta fengið smá mínútur hérna í restina. Hvað gerir Hilmar? Spinnan inn á teginn og... Spinnan er góð. Þarna var, já, ágættu spinna. Gestur kemst ekki í hann. Þetta á Leiknir að eiga, þetta er rétt. Þetta er hár rétt. Já. Gestur kom inn, það er að flýta sér leiknismenn núna, sem myndunar. Nei, ekki svo mikið. Steinar. Nei, ætla að reyna að fá að út úr þessu. Steinar stutt á Kristján. Kristján og... Er hann ekki ránstæðar þarna? Nei, ekkert. Ólafur hann á skotinu þarna, gengur ekki. Já. Kári. Fær að gefa hér fyrir. Papp nærna þessu, nei, Daði. Það er innkast. Já, innkast er það. Leiknismenn voru hérna í smá séns. Ólafur Rannar náði ekki skotinu á markið. Og Framar björguðu þessu. Papp í baráttu við Almar og hvað verður úr þessu? Jón Gunnar kemur á vettvang og Papp brýtur á honum. Menn eru ósáttir. Það er Ögmundur sem kemur á vettvang til að taka þessa spyrnu. Ögmundur er ekkert að flýta sér þessu. 1,5 mínúti eftir að venjulegum leiktíma. Þessi er langur. Kristinn vinnur þetta. Þetta siglir aftur á Eyjólf Tómasson. Svo staðan í þessu riðli núna þá er Fram að fara áfram í öðru sæti. Já, og mæta þá Valur sem endar efst. Miklu betri markatölu. Í A-riðli. Já. Og það eiga möguleika að fara áfram. Fjölnir, KR, Fylkir. Já. KR-ingar geta klárað riðilinn með sigur og ÍR. Já, Fjölnismenn líka klárað riðilinn með sigur og Fylki. Þeir eru efstir. Þannig að það er allt galopið þar. Hvet ykkur til að fylgjast með því á morgun. Hér er það Kári sem nær máttlausum skalla. Og Ögmundur. Já, ætla hann að taka eina sínu frægu spyrnum hér. Nei. Það er bara hægt stutt. Og leysa auðvitað úr þessu Framarar. Já, bara rólegir. Guðni töltir hér með boltan. Fyrir að skella hér í 45 mínútur á klukkuna. Það er að segja 45 mínútur í síðar áleik. 90 heila. Daði tilbaka. Nú er bara spurningin hvað Guðmundur Ársæll bætir miklu við. Hér er slögsending. Já. Og möguleiki hérna. En hann gaf hann alltof fljótt. Já, Kristján vantaði líka honum að koma móti boltanum. Klauvalegt. Þetta var svona tvöfaldur klaufaskapur. Já.
Framarar Það var að bæta við einu marki Kýrahjörf, Sam Tillen, komin út af vænginn. Orri. Vel gert í Orra. Kristinn Ingi, en Orri, nei, þeir leysa úr þessu. Og þó ekki, Framarar vinna hann aftur. Halldór Hermann, Orri. Kemur með hann út á Daða. Já, enginn sem mætir honum. Það kom með boltan fyrir. Gestur kemur núna. Nei, róa þetta bara. Kristinn Ingi ætla sér á fyrir. Já, heldur þó áfram, vissulega vel gert. Framarar fá hornspyrnu. Trilla með stórumennina fram. Já. Nei, Jón Guðni hætti við. Hann býður. Framarar að klára þetta hérna. Það er Sam Tillen sem að spilna. Tekur þetta stutt. Jón Gunnar, Sam. Kemur þetta fyrir. Þetta er fínbolti. Kristján Hauksson er að skora. Já, var hann á fjærstönginni og laumaði boltanum í netið. Og maður leiksins Sam Tillen með frábæra sending og Kristján gerði þetta vel. Við var ekki viss hvort það hefði farið inn. Afmælisbarn dagsins laumaði honum þetta. Vel við hæfi að hann skori í síðasta marki hér í dag. Já. Kristján Hauksson, frábær varnarmaður og hann var hérna á... Leiðist þetta ekki. Já, skoraði kannski ekki allt og oft en hérna gerði hann virkilega vel. Nú klára leikinn, já, endanlega. Þetta er afmæli okkar, Kristján. Já. Já. 4-1 fyrir fram. Erfitt fyrir hana. Öruggur sigur. Frambúin að vera miklu betri enn í seinni hálfleik. Já, algjörlega. Auðvitað sigur fyllilega skilið. Tekið yfir leikinn. Leiknismenn eru hér að tapa. Fara ekki lengra í þessu móti. Og þessu sinni hér eru það leiknismenn Kristján Páll. Og hann leipur hér og er mist hann aðeins og langt frá sér. Guðmundur gerir vel. Já. Kristján mist hann flottan leik Guðmundur og þá er þessu lokið. Guðmundur ásagt, flautar 45 mínútur liðnar í seinni hálfleik pluss uppbótartími. Já, rennum við lokatölur hérna 4-1 fyrir fram. Já, kom þetta hérna. Kristján, kannski markaskorarinn á með okkur? Jú, Jón Gunnar Eysteinsson kom fram yfir á 9. mínútu og Pap jafnaði hérna 10 mínútum fyrir lok fyrir hálfleiks. Staðan 1-1 í hálfleik, svo var það Almar Ormarsson sem bætti við 2 mörkum, kom fram í 3-1 og Kristján Hauksson kláraði þetta í lokin. Já, fyrirliðinn sjálfur. Á síðustu andartökum leiksins. Já, komið áfram, þá er Valur í efsta sæti í B-riðli og Fram í öðru sæti og þau fara í undanúrslit. Og svo er það bara spurning hverjir mæta þeim í undanúrslitunum og þar er 2 leikir hjá okkur í beinni á morgun. Það er leikur IR-KR kl. 7 og svo fylgir Fjölnir kl. 9. Við þökkum fyrir okkur í kvöld og fylgjast með á morgun. Takk fyrir. Verið sæl. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Had the time of my life and I never felt this way before and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Ísskápar, heldur betur, Max. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum. Tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reytir fasteignafélag. Harðviðar Val hefur í meira en 30 ár séð ánægðum Íslendingum fyrir úrvalsgólfefnum. Verslaðu við þá sem hafa reynsluna. Harðviðar Val. Þegar þú kaupir parkett. Frá James Cameron, leikstjóra Titanic og Avatar kemur hans nýjasta stórmynd. The Sanctum í þrívídd. Mögnuð spennumynd gerð með nýjustu og flottustu þrívíddatækni sem völ er á í dag. The Sanctum, frumsýnd 4. febrúar. Tryggðu þér miða á sambio.is.
líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Sjónvörp? Já, alveg hellingur. Max. Okay, let's watch the game in my place. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta.